Það ætlum að halda áfram í föstudagsþættinum og næst hef ég fengið til mín góða gesti, svo sannarlega. Þau Hildi Eir Bolladóttir og gestur Einar Jónasson. Verið velkomin til okkar bæði tvö. Takk. Ég er náttúrulega í fyrsta lagi svo glimrandi kátt með það að ég baði ykkur að koma í föstudagsþáttinn og þið voru bæði til í að koma aðeins að vita hvað þau væru að fara að gera. Já, ég meina, þetta er engin leikur eða maður að gera neitt eða... Þetta hópefli? Hlaupæð eitthvað svona. Það er nefnilega séns. Ég er sem sagt, byrjum á því allavega kannski, þú ætlar að vera hérna hjá okkur í vetur. Já. Hvað ætlar að brasa í vetur? Hvernig er þetta búið að vera og hvernig ætlar að halda áfram? Ég ætla að halda áfram að gera gagn. Er það ekki? Það er svona markmiðið með þessu þáttum sem að ég er með. Það er bara, ég er bara búin að hugsa það sko og uppgötva það í þessari vinnu með þessu sjónvarpsþætti að sjónvarpið er svona, já hvað á maður að segja, þú veist, hún er líka ákveðið sko lýðheilsustöð fyrir fólki í landinu. Þetta er ekki bara náttúrulega afþreying og fræðsla og upplýsing, heldur líka það að taka utan um fólk og hjálpa því einhvern veginn að fást kannski við bara vanlíðan eða stóru spurningarnar eða beina því kannski áfram hvert getur maður leitað aðstoðar bara í því að vera að fást mannlega hluti og þú veist, mér finnst einhvern veginn svo magnað að þú veist, ég vissi ekkert að ég skilur fyrst þegar ég fór á stað með þessi þætti, þú veist, þá var ég ekkert með eitthvað svakalegt markmið í huga, ég var bara eitthvað svona, já þetta er áhugavert, ég er frá að tala við fólki, ég er góð í því, þú veist, ég er vön að gera það og þetta getur bara skemmtilegt. En svo fór ég alveg uppgötva, þú veist, fyrstulega ég væri ekki fjölmiðla kona, en það var það kannski ekki endilega markmiðið, það er alveg nógu góðu fólki í það, eða góðum fjölmiðla konum hér. Og þú veist, mér vantaði ekkert meiri athygli, sko, og mér vantaði ekkert meira að gera, ég hafði nóg að gera, en svo bara uppgötvaði ég að fara af stað með þetta, að þetta var, að ég er að gera ákveðið gagn, þú veist, og það hef ég bara upplifað með endurgjöfinni frá fólki, þú veist, það er ekki verið að hafa samband við mig til að segja, þú veist, svo góð fjölmiðlakona, eða þú ert svo sæt í sjónvarpinu, eða þetta er svo skemmtilegt, það er meira svona, heyrðu, takk fyrir að tala um þetta og þú veist, ég fór að hugsa. Nákvæmlega. Og það er bara það sem ég ætla að halda áfram að gera. Það er ofsaleg varmæti í því. Takk. Og gestur, þú ætlar að vera með okkur líka? Já, takk, jú, þakka þér fyrir. Ég er að fá að frétta það núna. Já, ok, já. Jú, það verður þannig. Ég get ekki talað svona mikið um minn þátt eins og... Nei. En hvert er þitt markmið með þessu þáttum? Ég veit ekki, ég er ekkert að gera neitt gagn held ég. Eins og þú. Þú ert að... Ég bara velti fyrir mér hvaða fólk sé áhugavert og ég reyni að fara pínlítið út fyrir þennan ramma, sko, þekkta ramman. Bara svona venjulegt, gott, íslenskt fólk og spjalla við það og stundum tekst það sæmilega og stundum ekki, sko, eða þú veist, þetta svona fer kannski svolítið út í aðrar áttir heldur en mann ætlaði sér, sko. Eins og lífið. Já, eins og lífið bara. Eins og lífið er, það er alveg rétt. Þá ertu að gera fólki sko gott með sjálfsmynd, sko, sjálfsmynd þjóðarinnar gera henni gott, sko. Segja bara, heyrðu, það er fleira fólk áhugavert heldur en það sem er, þú veist, frá mér sem heyr. Ég heyri það reyndar frá fólki sem að kemur til mín og er að tala um þetta við mig að það sé einmitt gaman að sjá fólk sem að veit ekkert hvert er, sko. Þú veist, bara venjulegt fólk, kannski einhver bóndi eða bílstjóri eða hvað sem er. Og allt í einu kemst maður að því að það er enginn venjulegur. Nei, það er bara svoleiðis. Það hafa allir einhverja sérstöðu, allir að gera eitthvað skemmtilegt, allir hafa frá einhverju að segja, allir hafa upplifað eitthvað, mismunandi gott, mismunandi skemmtilegt, en yfirleitt alltaf eitthvað svona sem það er tilbúið að segja frá og það er mjög skemmtilegt. Það er beauty í þessu, en sem sagt, að þessu sem ég var svona að vísa í upphafi, jú, ég ætla nefnilega að reyna að platigrísum á leik. Og shit! Og leikurinn ber yfirskriftina Reyndu að hlæja ekki. Ég ætla bara að gefa þér gefa sigurinn. Hann virkar sem sagt þannig, við ætlum að taka okkur smá pásu, ég ætla að undirbúa ykkur. Hann mun virka þannig að þið standið andspænis hvort öðru og munið reyna að fá hitt til þess að hlæja og ef að hinn hlær þá fáið þið stig. Bara stig? Engin verðlaun? Jú, og verðlaun. Heyrðu, maðurinn er náttúrulega sko stofnun út af fyrir sig, skilur, hann leikur Gogga í þú Stelli og Orlofi, menn hann er bara búinn að rústa þessu. Hvort er leikarinn eða presturinn betri í þessu leik? Við skulum komast að því. Þetta er ekkert rétt hjá þér. Þú ert prestur, þú stendur andspænis söfnuðinum
Og þú hlærði aldrei á móti söfnuðinu? Nei. Nei, þú ert alvarleg. Getur hugsað eitthvað fyndið allt í einu. Gerðu En við skulum... Hvað má gera? Má hreyfa sig, má glenna sig eða... Ég skal útskýra reglundar eftir augnablik, en það er... Nei, þetta er aðalega að nota orð. Nota orð, já, Orð. ok, já. En það auðvitað fylgja því svipbrigði og tón. En við skulum taka bara örstutta pásu, breyta aðeins hérna inni og fara í leikinn. Reynda að hlæja ekki. Gestur, ég ætla að segja þér frá fyrsta sálgæsluverkefninu mínu í hérna prestarinu. Þú veist, ég að fara á tilkynna manni sem að lá á hérna sjúkrahúsi og var að koma úr aðgerð, bottlanga aðgerð. Það var að taka úr honum bottlangan að það hefði orðið smá mistök, voru hann bara teknir á hann báðir fæturnir. Og ég fór til hann, sko, og var svona búin að undirbúa mig svolítið og sagði við hann, heyrðu, Jón minn, ég því miður vondar fréttir að færa þér, er enda líka góðar? Og hann bara, já, láttu mig hafa vondu fréttina fyrst. Ég bara, heyrðu, fyrir mistök og þá voru báðir fæturnir teknir af þér í aðgerðinni. Ha, en góðu fréttinar. Maðurinn þarna við hliðina þér í rúminu, hann til ég að kaupa þér inniskóna. Já. Ég var einu sinni í heimsókn hjá vinafólki og kemur lítilsson þeirra og segir, hvað heitir þú? Ég heiti Gestur. Hann horfir á mig og segir, nei, hvað heitir þú? Ég heiti Gestur. Hann var eitthvað bíldur. Fór inn í herbergi, kom tilbaka eftir smá stund og sagði svo, já, en hvað heitir þú heima hjá þér? 1-0. Og Sigga í kaupfélaginu, þarna í kirkjunni, hún var 95 ára og hún fór til kvensjúkdómalæknis. Og hann var að skoða hana og spurði, heyrðu, Sigga mín, hefur þú farið í lægnám? og Sigga horfir á hann og segir, nei, ég fór nú bara í hússtjórnarskóla, vinur minn. Hefurðu heyrt hérna lesblinda heimspekingin sem var alltaf að velta fyrir sér tilgangi fílsins? Nei, en hérna, hvernig dó heimspekingurinn, talandi þá? Hann Plató. Einu sinni voru tveir menn, Akureyringur og ég held að það hafi verið Hafnfirðingur, sem að hittust og þá segir Akureyringurinn, heyrðu, það var slæmt, ég festist í lyftu og ég var þar sagði Hafnfirðingur, ég festist í lyftu og var þar í 2 tíma. Þá sagði hinn, það er ekki neitt, ég var í rúllustig og var í 4 tíma. Hvað er finnskasta orð í íslensku? Veistu það? Kjúklingalanglokka. Séra Jón á engin börn, bara fósturbörn, af því að sonur hans er giftur út í Noregi. Hver eru bestir í bóðhlaupi? Keflvíkingar. En hvað gerir maður við gamalt takk? Býr til eldri borgara. Nýjustu rannsóknir sína að konur með stóran rass lifa lengur heldur en mennirnir sem sögðu þeim frá því. Mamma, er Guð karl eða kona? Hann er bæði. En mamma, er Guð svartur eða hvítur? Hann er bæði. En mamma, er Guð samkynhneigður eða gagnkynhneigður? Það sveimir þá, ég held að hann segði allt þetta. Mamma, er Guð Michael Jackson? Svo var það Hafnfirðingurinn sem fór í kynlífsbindindi. Hann féll fyrir eigin hendi eftir 2 daga. Heyrðu, maðurinn sagði við prestinn, ég sá djöfulinn hérna áðan. Þá sagði presturinn, Satan. Þessi er góður. Þessi var alltaf góður. Já. Það var lunginn. Bíddu nú, erum við ekki búin? Eða ekki? Við vitum ekkert hvernig stíginn standa.
Nei, líklega ekki. Við erum að láta bara áhörður Ég held að ég hafi sigrað. Ég held það reyndar líka, ég held að það sé Ég held að þú hafir byggu blöðum það flesta. Nei, einhver bröðum það fletta. Þú sprakst held ég tvisvar. Já, oftar. Og hlóa mínum eigin bröndurum sem náttúrulega dapurlegast. Það náttúrulega alveg ömurlegt. Já, það svo alltaf. En hérna, þetta ekki bara búið í dag? Jú, föstudagurinn búinn í dag. Við kveðjum, eigi góða helgi. Bye.